Hvalfjarðargöngin náttúrulega langumferðarmestu jarðgöngin sem við rekum. Gjarnan verða alls kyns atvik, bæði bilaðir bílar en einnig náttúrulega oft því miður óhöpp. Ef að ökumenn farartækja finna að bíllinn að fara að stoppa, þá mjög mikilvægt að reyna að stoppa það sem útskot. En ef að það tekst ekki, þá náttúrulega klárlega að setja strax viðvörunarljósin á og annaðhvort hringja í 112 eða í 1777 og fá nánari leiðbeiningar. Vaktstöðvarnar okkar sjá eins og skot ef að bíll eða farartæki stopp í göngunum og eru örugglega byrjaðir að taka til einhverja ráðstafana til þess að hjálpa að aðstoða við að fjarlægja til dæmis ökutækið. Elís, það stoppbíll í göngunum. Þetta umferðarþjónustan að vita. Ég skal láta vita. Það hringi í dráttabíl og lokar kannski göngunum í leiðinni. Já, ég loka. Halló, góðan daginn. Góðan daginn, Ingvar á Vegstöð. Sæll. Það verið með stoppbíl í göngunum. Það fólksbíl. Sendi bíl á stað. Glæsilegt, takk fyrir. Það bilaði bíll í Hvalfjarðargöngum og þá bara brunað þangað til að sé hægt að opna göngin aftur, ná bílnum upp. Það náttúrulega þeim lokað á meðan, þannig sé hægt að athafna sig í friði og gera það á sem skemmstu tíma. Yfirleitt þetta sprungið dekk þegar menn fara utan í kantsteininn í beygjunum. Það svona algengasta orsökin. Oft á tíðum það 2 dekk, bæði dekkin vera megin. Svo svona einstaklega náttúrulega bara bilaðir bílar. Við brýnum fyrir fólki að setjast aftur inn í ökutækið. Ef að fólk fyrir utan ökutækið þá að lágmarki að standa þá vegg megin við ökutækið og halda kyrru fyrir þangað til aðstoð berst. Ekki að fara að ráfa neitt göngin. Slíkt stórhættulegt enda gríðarlega mikil umferð þetta. Og fólk bregst misjafnlega við því þegar maður að koma að sækja. Sumir harðneita að maður takki bílinn hjá þeim. Flestir skilja þegar maður segir bara við að vera að drífa þetta af, þannig að setja að opna göngina því það allt lokað. Það ekki alveg allir svoleiðis. Það eru fleira sem getur valdið því að göngunum sé lokað. Það einnig ef að sjúkrabíll á forgangi á leiðinni í bæinn. Aksturshraðinn í Hvalfjarðargöngunum undir 70 en neyðarfarartækin stundum á meiri hraða heldur en það þá það mjög vont inn í göngunum að vera með almenna umferð á 70 og takmörkuð sýn fyrir neyðarfarartæki til þess að taka fram úr. Þess vegna viljum við gjarnan loka til þess að hleypa neyðarbílnum í gegn örugglega og svo hleypa almennri umferð strax á eftir. Eins ef að gangandi eða hjólandi vegfarendur þvælast inn í Hvalfjarðargöng, þá endar yfirleitt með því að við lokum, bara út á hættinu sem skapast. Og svo getur það skeð ef að mengun verður of mikil, þá lokast göngin sjálfkrafa. Við höfum ekkert vald yfir því, kerfið sér alveg um það. Göngin þarf að þrífa. Þegar að jafnvel skítufarartæki keyra inn í göngina þá þorna þau af því að það ekki rigning inn í göngunum og þá gjarnan fellur rykið af farartækjunum. Þar af leiðandi þurfum við að þrífa göngin til þess að halda bara loftgæðum góðum inn í göngunum. Einu sinni á ári að þá lokum við göngunum í 3 nætur. Þá förum við í alþrif og þá göngunum lokað þá frá yfirleitt miðnætti til morguns. Eins þá náttúrulega öllu öðru viðhaldi sinnt á meðan. Alla jafna gengur þetta mjög vel og eru sem betur fer ekki mörg atvik. Ef eitthvað gerist þá erum við undirbúin og mjög líklega mjög stutt í aðstoð fyrir þann sem í vandræðum í göngunum.